Ja, komið sæl. Það er mjög notalegt veður á landinu þessa dagana. Þótt vissulega sé nú ekki alls staðar þurrt, en vindur er hægur og hitatölur svona getur sagt að það séu þægilegar og þetta verður nú svona megnunin til einnig næstu daga. En svona í stóru myndinni hvað varðar stöðu veðurkerfa þá erum við með lægð hér yfir Bretlandseyjum og hún svo sem er ekki að fara langt næsta sólarhringinn. Hún verður hér yfir í námunda við Skotland en hún mun þó senda skil frá sér sem koma hér inn á austanvert landið eftir hádegi á morgun eða hádegi og þau skil munu fara vestur yfir landið og reyndar trosna dálítið á leið sinni þegar vestar dregur. Og við sjáum að svona þessi hlýi loftmassi enn yfir landinu, hiti fór nú ekki við 20 stigin í dag en mun nú gera það þegar líður á helgina. Spár að benda til þess að það geti gerst á sunnudaginn og jafnvel í fleiri en einum landshluta. En hvað var það stöðun í fyrramáli þá sjáum við nú þessi skil hér, þá eru þau ekki enn komin upp að landi, þetta er klukkan 9 fyrramálið og eru svona aðeins að byggjast upp þessi skil þá. Þægilegt veður á landinu í fyrramálið, vissulega víða skýjað og einhverja úrkomuflekki að finna á vestanverðu landinu, öðru leyti þurrt. En svo koma skilin inn á ströndina og þau svona láta fyrst og næst til sín taka þá á Suðausturlandi, mun einnig væntanlega rigna norðanjökla og austfjörðum þegar skilin fara þar yfir og væntanlega getur gert alveg dágóða dembu í þessu skilum en það er loftið hlýtt og sæmilega rakamettað og við geta gert umtalsverða rigningu allavega stundarsakir. En hér erum við komið við sögu klukkan 16 þá seinnipartinn á morgun viðbúið að það geri síðdegisskúrir á vesturhelmingi landsins en að öðru leyti ættum við að fá góða bjartviðriskafla. Það er svona spurning með bæði norður- og austurströndina, það eru þokubakkar þar fyrir utan, þeir munu væntanlega ráða miklu þá hitafarið, getur alveg orðið sæmilega milt í innsveitum en þar sem þokar lætur til sér taka dettur hitinn nú fljótt niður í 10 stigin. Annað kvöld að þá eru skilin svona komin inn á vesturhelming landsins en þau fara ekki mikið lengra en þetta því það mun rigna úr þeim eitthvað á Suðurlandi og jafnvel á Norðurlandi vestra en upp úr þessu fara síðan skilin að trosna og sunnudagurinn lítur bara alveg ljómandi vel út hvað var það veður, við sjáum að verið sólríkt nokkuð víða, hitinn að nálgast 20 stigin ef hann fer ekki yfir það getur gerst bæði á Suðurlandi og á Norðurlandi að hitinn fari yfir 20 stigin og eins og spárum núna þá geti jafnvel hitinn náð 20 stigum hér á höfuðborgarsvæðinu. Það sem getur þó spilt gleðinni bæði norðan og austanlands eru þokubakkar sem eru úti við ströndina og alltaf spurning með þá hvað var þá hita og skýjafar. Næstu daga þar á eftir í spám sem spásið sýndi hér í gær þá voru skila nærri hér vesturströndinni á mánudaginn, þau hafa svona aðeins fjarlægst í nýjustu spám, þó eru spár ekki alveg sammála það ennþá, en þessi útgáfan er mjög hagfelld fyrir okkur getur við sagt því að þetta verður fínasta veður hjá okkur á mánudaginn bæði hlýtt og sólríkt en þó þokubakkar bæði úti við norður- og austurströndina og í rauninni eru spár nokkuð sammála að þriðjudag verði einnig prýðilegur víðast hvar á landinu, sólríkt í öllum landshlutum og hitinn fer sjálfsagt nærri 20 stigum ef ekki yfir 20 stigum þá á þriðjudaginn einnig. En lítum þá aðeins yfir til Evrópu og það sem að gera það búið að vera leiðinda tíð á Bretlandseyjum og þessi lægðir svo sem ekkert að bæta þá stöðu neitt og óstöðugt veðurlag þar, skúraleiðingar nokkuð víða og það sama við Frakkland og Þýskaland. En hæðarhryggur sem að teygja sig hér yfir austur Evrópu og til að mynda það sem hefur verið miklir hitar og gróðureldar og þar hiti enn yfir 30 stigum og þurrt þannig að það ekki að bæta stöðuna þar neitt á morgun. Og fyrir síðan vestur haf óstöðugt í austurhluta Bandaríkjanna og jafnvel Kanada líka, stöðugleikinn vex þegar vestar dregur og þar einnig sólríkara. En segjum þetta gott að vera í dag. Verið sæl.